Jammi.net, World Cup Edition og ég kalla inn fallbyssunar 3. Alvöru fallbyssu mættar hérna. Þetta. Naflinn. Já. Olsen. Já, sæl. Og svo Mási. Ég segi bara gleðilega hátíð og gaman að vera með ykkur. Gott að sjá ykkur. Já. Sko, ætlum að fara beint í Frakkland, England. Alvöru 3. sætisleikur. Já. Ja, sem hefði alltaf orðið öllum þessum fjórum. Já, við vorum bara mjög heppin með undanúrslitaleiki og ég er saman því. En þessi leikur, Frakkland, England, við förum bara beint í það. 1-9-4 á Frakkana. Já, það bílað. Þú ert í sömu vitleysunni á Hjörvar. Nei, það er bara... Þið haldið að Frakkarnir valdið Já, ég bara, þú veist, ég held að, þú veist, eins og umræðin er náttúrulega bara á Englandi og þú veist, hvað er allt í steik þar, ég held að bara smitist í hópinn á meðan einhvern veginn Frakkarnir eru bara gíraðir í að sækja bronsu og kveðja Deschamps með þeim hætti sem hann á skilið. Deschamps. Ég held ekki bara englendingarnir, það er degi styttra, þú veist, þeir spiluðu degi seinna og þeir eru bara lappirnar eru farnar, deklarnar æsi búin, leikmenn eru brotnir. Frakkarnir eru meira svona bara töpu örugglega og eru búin að vera að hvílast og borða eitthvað gott og drekka vín og koma inn í þennan leik og klára þetta. Easy. Ég held að það geti verið svona 4-5-1. Svoleiðis? Já, ég held að það geti verið þannig. Bara Mér finnst það ekki ólíklegt. Nei, ég held Olsen? ég sammála þessu. Ég held að Frakkarnir bara slátrið þeim. Þetta er samt, núna líður mér eins og þegar sko leigubílstjórinn er byrjað að ráðleggja manni hlutaféð. Þá kaupi ég alltaf. Þá kaupi ég. En ok, ef ég tek allavega 2 picks sem ég er að horfa eitthvað mest á. Ef við tökum Tökum seðil. Já, ok. Byrjum bara á, þetta er bettbildir. 1 pick á mann. Byrjum á naflánum. Ég er númer 2. Ok, Byrjum á naflánum og þú gjamma. Afsakaðin Bolli er á leiðinu okkar skrall, hann er alveg skólar yfir sætinu. Það er bara brúðkaupshelgi og það er gaman. Eðlilega. Hjá mig á svo erfitt með að skilja. Nei, bara þegar ég er í vinnunni, þá er ég bara í vinnunni. Svo fer ég að hugsa brúðkaup. Jæja, fókus. Það er nú bara þess vegna sem hjá mig hefur náð svona langt. Það er nú bara málið. Það er fyrsta. En ok, ef við erum saman í bilder, þá setjum Mbappi skorið þá bara skori bara í leiknum. En fyrir áhugasama, þá minn ég á Mbappi 2 mörk eða meira er stuðull 6. Sexy. Mjög sexy. Og hvað ertu með annað pikk? Og viltu annað frá mér? Já, ég vil helst, sko, ég vil dættu bara 2 pikk frá öllum. Já, ég hrifnaði. Og þá... Svolítið langan og stóran. Plús, nei, ekki plús, fyrir ekki, fjöldi marka yfir 3,5. Já, þetta er... Já, tókst pikkið mitt, en ég er mjög sammála þessu. Vil ég stöðu það? Þetta er bara 100%. Já, getum við líka sammælst að vera kannski með þetta bara eitthvað svona nálgunarseðil. Þau eru ekkert að vera 2 pikk frá öllum. Nei. Bolli, hvað er þú höndið inn í þetta? Ég hef búin að ákveða að fara í mörkin svo ætla ég að færa ránstöðun. Ég hef búin að vera, sko, ég hef búin að sjá eftir í síðustu leiknum og færa aldrei ránstöðunar. Yfir 2,5 ránstöður, þetta eftir alltaf. Hvað segir Olsen? Sko, ef að Jude byrjar á leik þá var hann guldspjald. Já, mér finnst það mjög erfitt að rýna í sko... Nei, þetta er hættulegt. Hvað leik... Þú bara mun eftir einhver atvik sem gerist í lok leiks. Nei, hann er svo pirraður. En þetta er nú kannski bara svona hans að velja. Já, þetta er bara, okay. Ég verðum að vanda okkur. Okay. Ekki vera kjánaleg. Að því líka við vitum ekki byrjunarliðið. Ég er að segja það. Það er erfitt, það er rétt. En ef ég að fara í spjöldin, þetta er síðasti leikurinn. Nei, ég ætla að fá að setja bara Frakkland streitin. Var ekki 1,90 og hvað það? Jú. Það er bara... Já, við áttum það eftir. Já, við áttum það inni. Og Hjálmar. Hjálmar, kom þú með 1 pikk? Ég held að það bara komið þá gott. Nei, ég skal fara í spjöldin, fyrir spjöldin og förum yfir 1,5 spjöld. Já, þetta er alltaf. Ég myndi jafnvel förum í hotspinnur og förum í England hotspinnur yfir 1,5. Má ég segja ykkur eitt skemmtilegt? 7. Vá. Glæsilegt. Ég fór í innnkostinu fyrst skipti í leik Frakklands og Spánverja. Já. Yfir 32,5, það var hrikalega gaman. Frúin spurði alltaf byrjuð að hverju þetta fagna núna. Þetta er bara innkast, ég sagði já, en það er ástæði fyrir því, vina mín. Mæli með. Okay. Yfir hvað, hver á línu? 32,5? Já. 7 stöðullin, ef ég ætti að fá bara síðan strákar örstutt, bara hvernig fer leikurinn í tölum með að byrja á þeirra naflið, þú varst að gæla við sigur Frakkana? Já, ég er að gæla við sigur Frakkana og það bara, þetta er 4-2 Frakkland. Þetta verður markalegur? Þetta verður markalegur. Þetta bæði liðið, þú veist, svolítið náttúrulega, þú veist, pressan farin að þeim. Eyþór Atli Olsen Finnsson? 3-1 Frakkland. Það er, já, vil svolítið vilja það. 3-0 Frakkar. Það er svoleiðis. Það var búin að fella seðlum. Já, þá reyndar, þú varst sammála mér í hérna yfir 3,5. Já, ég bara gleypti út að það eru komið einhver fyrst á pikkana. Ég segi þá 4, sagði þú 4-1? Ég segi 4-1. Ég ætlaði nefnilega að segja 3-1 og þú eyðilegði það fyrir mér. Takk fyrir það. Já, ég get ekki fyllt þessu seðli, en fyrst að þið byrjuðu seðlum svona, þá ætlaði ég að segja England vinni þetta. Ha?
Hvað er að því? En það er líka, Það er bara gaman. það gæti verið sniðugt að víxla líka fyrir áhugasama. Það er Frakkland út, setja England inn. Það er nefnilega málið og það er nefnilega sko, maður má alveg breyta þegar svona seðlar koma, mátti taka út eitthvað. Það kemur átt specialar inn á Epic sem ég hef sjálfur verið að svona fikti og taka út og setja annað í stað. Maður sé að þeir eru með góðar hugmyndir, svo sem að þetta er aldrei að fara að gerast. Alltaf voru að hugsa. Klókur. Mikilvægt. Þetta var ótrúlegt strákar, þetta var skemmtilegt og vonandi farið þið bara gangi í hægt gleðina dyr þetta á laugardaginn. Já, elska ykkur. Þegar það er hátíð.